heiti Elsa Ég heiti Jonni. og við erum Saugakastið. Hólúlúlú. Verið velkomin í þátt vikunar. Það er þriðjudagur, þannig að gleðilegan þriðjudag. Já, gleðilegan þriðjudag. Já. Ég vona að þér séu að slaka heima fyrir og er að borða þriðjudagstilboð. Við erum nú ekki sponsuð á Dominos, þannig að ekki vera að segja eitthvað svona. Nei, við erum ekki sponsið, við erum miklu aðdándur. Voru það þegar voru fátekinn ármenn? Já, svo sannarlega. Þá var thrillari. Já. Og einmitt að við vorum hættulega nálægt í Dominos stað. Já. En herðu, fyrst að í síðustu viku komst þú með Smash or Pass fyrir mig. Þá ætla ég að hefna mín. Love it. Ég veit samt ekki alveg, ég held ég sé að gera þetta svolítið öðvöld fyrir þig. Ok, áhugavert. Er tilbúin? Ég held það. Ég vona það. Ok. Númer 1. Jane Austen. Já, ég held Smash, myndi ég segja. Ok. Það var mjög merkileg kona, náttúrulega, og skrifaði náttúrulega æðislega bækur. Heldur betur. Og var mjög mikill svona frumkvöðl í kvenréttindabaráttu. Sem sagt eins mikið hún gat á þessum tíma. Þú fílar sterkar konur. Svo sannlega. Annars værum við ekki saman. Nei, guð mig góður. Herðu, númer 2. Katrín Mikla. Sko, ef hún leit út eins og Elle Fanning, þá allan daginn. Ok, en hún leit ekki þann út. Nei, ég veit. Allan að miða við þau málverk sem við höfum, en við viljum að þau eru ekki 100% akkurat, en gefa einhverja mynd. Já, sko, þetta er svo rosa erfitt. Út af því að það sem ég er að pæla er mjög mikið af fríðindum og mjög næs og svona. En, þú veist, hún átti sína grimmur hlið, sko. Já. Menna hún kom sér til valda. Já, sannarlega. Við munum taka hana fyrir. Já, við munum taka hana fyrir, engar ágjur. Hún er á listanum hjá mér. Ég ætla að segja Smash. Já, ok. Ekki máli. Númer 3. Elizabeth Taylor. Það er náttúrulega bara Smash. Já, hvað hafa eitthvað alveg left wing. Já, Elizabeth Taylor, geggja. Ógeðslega flott, sko. Geggja. Ok, þetta var einfalt svar. Þá veit ég að næsta svar er að öllum líkindum mjög einfalt líka. Ok. Anne Boleyn. Og Smash. Ég myndi, jú. Sko, mér langar það eiginlega að breyta síðasta sem ég er með. Af því mig grunar að þá ertu eftir að segja Smash við allt. Gæti alveg verið, sko. Ég finn eitthvað. Sko, ég kannski mest í ljós við þetta er hvað, sem sagt, Elisa er mun meira pikki heldur en ég. Það kemur að öllu. Það kemur ekki vel út fyrir okkar samband, greinilega. Nei, reyndar. Ég er meira að hugsa Hvað, var ég bara á röngum tíma og röngum stað, greinilega, fyrir þig? Nei, á réttum tíma og réttum stað. Já. Nei, ég veit ekki. Nei, ég veit ekkert hvað ég er að segja. Eitthvað þessu. Varstu búin að já. Nei. Jeez. Og getur ekki komið sérstaklega vel út fyrir mig. Þú lætur hljóma svo þú sættið bara við hvað sem er. Það er ekki þannig, ok? Veitu, ok. Ég veit svarið. Ég vil samt að segja það. Já. Princess Margaret. Já, Smash. Sko, ég vissi það. En hún var geggju, ertu ekki að djóka? Hún var í geggjum social hringjum og já. Það ætla ég komið eitt erfitt fyrir þig. Ok. Sem ég var alveg svona ájað kom með þetta, svo eitthvað svona nei. Svo jú. Hlustendur, ég er bara að segja þetta til þess koma með þetta til þess að aðeins rugla í okkar manni hérna. Slaka til. Tilbúin? Ég veit það ekki. Eva Braun. Þetta er erfitt.
talað að ykkur hafi lélegan smekk á munnum sko. En já, sko, það sem ég sagði hana rétt áðan með ég ákvað að breyta á síðustu stund að mér datt í hug betur en ég ætlaði að segja Anne Frank Anna Frank og það væri svolítið Hefði ég sagt smash við því þá hefði ég bara verið brandað sem einhvern barnani ykkur sko. hefur verið eldri en þú veist, já, ég ákvað Eldri? Hún náði ekki 15 ára aldri ég segi hefði hún orðið eldri Já, hefði hún orðið eldri já. Nei, en það er svona ákvað ég kom við hann disclaimer en svo, já, valdi ég Evu Brán í staðinn Já, það er þannig að þú slafst alveg hinum einn á spektrum já, þú slafst mjög vel samt er það ekki? Jú, ég verð að segja pass sko, mér falli kona skilur ekkert af því en, já hún bara fílaði svolítið toxic menn toxic það er vægt til orðið ekki, sko já, og fyrir þá sem sagt, veit ekki hver Eva Braun var þá er þetta kona Hitler já ég segi pass ég fekk eitt pass já það veist að ég vil ekki vera að díla við þetta nasista bull hjá henni nei we must eliminate all the Jews and have sauerkraut ok, meine Liebling sko þýskir heiminn getur alveg verið skemmtilegur sko en það eru rosalega fáir sem geta gert hann sexy skal segja það ég bara get ekki hugsað eina mannsku nei, eins og segi þeir hafa verið að gera í því einhvern veginn upp á síkastu að vera eins fáránlegir og þeir eru sem sagt í svona ímynd ég skil já en ef að dempa okkur í þetta dempum okkur í þetta þetta er rosamál í dag þá erum við að fara að tala eina merkilegustu konum seinustu aldar mig? já já Elisa við erum að fara að tala undrið sem er Elisa ég elska alltaf að svona hendi ykkur á þig þegar þú komaður úr jafnvægi þegar þú ert að byrja sko það gerir í því sko ég held að þetta sé svona eitt af svona fáu skiptum sem að hlustendur fá að sjá hvað ég er mikil auðli já, algjörlega þetta er ekki hlið sem ég sín í mörgum það er alls ekki margir sem vita þessu hlið og já, hún getur verið mjög sterk stundum og Jón er alltaf fórnarlampið alltaf en ok, já ég skal ekki tripplaði meira hvað er með það? Við erum að fara að tala eina merkilegustu konum seinustu aldar sem því miður er ekki oft í umræðinu þegar við erum að tala merkilega konur það er hún Josephine Baker sem ég ætla áætla að margir í Íslandi þekki ekki sérstaklega vel í dag nei kannski náttúrulega eldri kynslóðin eller vel eldri kynslóðin já, hún er samt alveg smá svona cult icon algjörlega, en það er ekkert allir sem hafa eitthvað pælt mikið í henni og það er ekki margir sem hugsa bæði það sem hún stóð fyrir utan sviðið einmitt já, það er meira að hugsa hana bara sem stjörnu það er ekki hugsað allt hitt sem hún gerði nei basically Frida Josephine McDonald fæddist í St. Louis, Missouri þann 3. júní 1906 sama dag og Þórbergur læknavinur sem það er akkurat 90 ára á milli þeirra þannig að til hamingju með það allavega foreldrar hennar voru Carrie McDonald og líklega trommarinn Eddie Carson ég skil það er nefnilega ekki hægt að staðfesta hvort hann hafi verið pappinar hann er skráður á fæðingaskiptinu hennar en hann var lítill sem engin partur af lífinu hennar og á fæðingaskiptinu hennar hann er, ok, það er sagt að hann sé skráður en eina sem er skrifað er E.D. 12 þess að byrja nú Edward ég skil
og það var í rauninni engin annar sem kemur í ljós Nei. úr sem sagt hringnum hjá Carrie. Var það mammina sjálf sem fyllti út fæðingar? Eða? Já, minni það kemur ekki fram sko. Nei. En það hlýtur vel að vera Já, finnst þetta skrifa svona, það er aðra eina ástæðan okkur ég var að pæla í þessu. Algjörlega. Já, hann var, ekkert í lífinu hennar, þannig. Nei. Þessi Eddie Carson. Ok. Það er önnur kenning ef hann hafi verið dóttir ríks þjóðverja. Ástæðan fyrir því er að mammenar átti hana í spítala sem var eingöngu fyrir hvíta. Já, hún var dökk. Já. Ef að fólk... Já, ok. Já. Þegar við erum að tala sem sagt, svartar manneskjur hérna. Þetta var hræðilega orðað því mér. Hvernig ég segi þetta betur? Oh my god. Manneskjur sem er dökk á hörund? Já, við erum að tala manneskjur sem eru dökkar á hörund. Takk fyrir, þetta kom hræðilega út til mér. Allavega, mammenar var hálf svört og hálf frum Amerikani, eða Indjóni. Já. Og ætti alls ekki hafa verið á þessum spítala, en sumir halda því fram að Eitthvað tengsl þarna. Já, að hún hafi sem sagt fjölskyldan hafi komið inn á spítalan og reynda, fela atvikið og svona komið í vekk fyrir eitthvað. Ok, þá er samt rosa sérstakt að kominni á hvítan. Já, þetta er kenningin, sko. Já, Nei, það er þá sérstakt að því að hún myndi á þessum tíma skara sig, eða skera sig úr. Nefnilega. Og fólk, já, bara fordómar. Algjörlega. Það var hún vann fyrir þessa fjölskyldu sem sagt mamminar. Ok. Og þannig að það er eitthvað í tengslu við það. Ok, við myndi finnast það líklega að þau væri bara góði vinnuveitendur og myndi vilja að hún myndi fá það sem þau töldu vera bestu mögulegu læknistjónustu. Þú veist, eins og segi, allt við æskun hennar er mjög svona óljóst og hún segir ekkert frá því. Það er svolítið trend sem við erum að sjá. Eins með Coco. Það er, eins og segi, það er lítið sem við vita. En við vitum samt eitthvað. Já. Út af því að kemur fram að Josephine okkar átt að vera á sviðinu. Sem sagt, mamma hennar og mögulegi faðir hennar, Eddie, voru með sýningar saman. Og var Josephine partur af sýningunum frá 1 árs aldri. Hún var í lokaðatriðinu. Já. Alveg lengi, sko. Ok. Þó sem hún hafi verið á sviðinu frá unga aldri, þá var hún ekki fræg frá byrjun. Hún ólst upp í mikilli fátækt og átti foreldrar hennar erfitt með hana á endum saman. Hún fekk ekki alltaf að borða og var oft í eldgamlum fötum sem héngu utan á henni. Síðan var Eddie ekki lengi að láta sig hverfa. Ég skil. Þannig að voru bara hún og mamminar, áttu hún engin önnur systkini eða eitthvað? Já, það kemur að því. En þetta er svo fyrsta barn Carrie. Já. Þessu Josephine. Mamminar gifti stuttum seinna öðrum manni sem hún átti 3 börn með. Ok. Ég fann ekki nafn á honum, það kemur aldrei neins þar fram, en hún var lýst sem mjög góðu manni en einhverjum sem átti erfitt með að fá vinnu og halda vinnu. Já. Og það, orðalagið á ensku er sem sagt serial unemployment, eða chronic unemployment, bara atvinnulaus í rauninni. Já. Það var ekki að auðvelda lífið fyrir fjölskylduna. Nei, ekki með 4 börn. Nei. Þannig að Josephine fann sér vinnu sem barnapía og þerna hjá hvítum fjölskyldum 8 ára til þess að hjálpa fjölskyldunni. Það er galið. Bila 8 ára. Byrja að vinna. En það er samt eitthvað eins og líka kemur ekki óvart. Nei. Með hvað ára við erum að tala um? Með tíman, Já, algjörlega. Við erum fætt 1906. Já, þannig að árið er 1914. Já. Þar var henni oft misþyrmt illilega. Hún fekk að heyra það að hún mætti ekki kissa barnið vegna húðlita sinns. Come on.
þetta farlegt sko. Og eitt af versta sem hún lendi var þegar hún var með ofheitt vatn að vaska upp og diskarnir brotnu og þá tók konan sem átti húsið tók hendurinn og sett hana undir bununa brennandi heitu vatni. Ekki batnaði það. Hún fékk ekki góða menntun í skóla og datt úr skólakerfinu alveg 12 ára gömul. Já. Og út frá því enda hún út á götu. Það er aldrei útskýrt af hverju hún var eitthvað sérstaklega sett út á götu. Já. Það kemur aldrei neitt fram með fjölskyldu. Hún á enda foreldra eða mömmu og önnur systkini. Gæti verið bara að hafa verið lítið pláss eða eitthvað þannig. Eða hún var ekki dóttir hans. Já, við ándjurs, það er ekkert vitað. Því miður. En bara því miður væri það típist með við. En áttu hvað ára við erum að tala um. Akkurat. Hún svaf í pappakössum og veiddi upp úr ruslinu til að hafa sér að borða. Það er oft minnst að það er á götunni þar sem hún fekk bestu menntunina fyrir restina lífinnar. Já, hún street smart. Akkurat, það er það sem ég kalla einmitt á ensku street smarts sem svona Þetta er bara reynsla, þetta er bara lífsreynsla. Já, Þetta er basically bara lífsreynsla. Já. Þú veist, í stæðan fyrir að læra bækur þá lærir hún á lífið í rauninni. Já, en hún lærir á lífið, þú veist, hún lærir á erfiðleikana, erfiðleika lífsins og að vinna með þá. Já. Og hún lét aldrei neitt stoppa sig. Nei. Og einmitt, þannig í rauninni nýtt hún að sér í ferlinum hennar og við viljum sjá það koma aftur og aftur. Hún byrjaði að dansa stundum á götuhornum fyrir pening. Það er svona í rauninni byrjunin á dansferlinum hennar. Einmitt. Hlutinni byrjaði aðeins að batna hjá henni þegar hún fann sér vinnu sem gengilbeina. Það var þá þegar hún hitti fyrsta eiginmann sinn. Josephine giftist Willie Wells 1919 þegar hún var 13 ára gömul. Nei, þau veitum það meikar ekki sens. Varst ekki að segja hún var í 12 ára 1914? Nei, það var þegar hún var 8 ára að byrja að vinna. Klukkan snemt. Já, þess að 1919 með 13 ára gömul þá var hún gift. Ekki ég vita hvað gamall hann var á þessum tíma, en já. En þetta var hjónaband af hennar vilja? Ég held það, sko. Það kemur allan ekkert annað fram. Nei. En það, ég veit að hún er barn, þannig að ég er ekki að segja að þetta hafi verið geggjuð ákvörðun eða neitt þannig. Ég er bara að meina hvort henni hafi verið þvingað. Nei, það er ekki þannig. Það er aldrei talað um þannig. Okay. En þau voru ekkert sérstaklega góð saman og endist hjónabandi bara í nokkra mánuði. Ok, eiginlega bara sem þetta fyrir. Já. Sama ár, 1919, þá byrjaði hún ferilinn sinn sem skemmtikraftur. Hún byrjaði að túra með The Jones Family Band og The Dixie Steppers og var með grínsketsa í þessum sýningum. Hún reyndi síðan að vera það sem við kalla chorus girl, í raun backup dansari hjá The Dixie Steppers í sýningu sem heit Shuffle Along. En hún svo þessi tími. Já, 100% sko. Svona flapper. Já. Tíminn. Þetta er mjög svona áberandi stíl. Já. Mjög skemmtilegt. En hún var sögð vera of dökk og of grönn. Hún lætur það ekki stoppa sig. Nei. Og verður aðstofakona við sýningarnar. Þegar hún átti dauðan tíma þá æfði hún alla dansana sem dansarnir voru að gera og þegar ein datt út á endanum nokkrum vikum eftir hún byrjaði þá var besta manneskjan í verkið eitthvað sem kunni sýninguna inn út. Hún setti sitt strik í hlutverkið og gerði það fyndið, krossaði augun og þóttist vera klaufsk og áhærendunir dýrkuðu þetta og var þetta partur af sýningunni. Já. Þaðan. Hennar sviðspersona fullkomnaðist, ef við getum orðað þannig, 1921. Nokkrir hlutur gerðu það að verkum. Fyrsta lagi þá flutti hún til Harlem.
Á þessum tíma það var Harlem í menningalegri uppsveiflu. Öll formlistannar í svartramanna heiminum sprungu út. Rithöfundar eins og Zora Neale Hurston og Langston Hughes áttu mikinn þátt í þessu. Það sem flestir þekkja frá þessari hreyfingu tónlistin samt. Já. Og við höfum þarna stórnöfn á borði Duke Ellington og Louis Armstrong. Já. Cookie Monster. Já, Cookie Monster. Síðan langaði mig líka sérstaklega að nefna Gladys Bentley sem var dragherra á þessum tíma. Nei. Og einmitt. Ok, geggjað. Mjög magnað að sjá myndir af henni, sko. Já. Þú veist, og það sést að þetta kona, Já. Veist, en í alveg fullum svona herramannsgrúða í rauninni. Ok, en þú veist, var hún kölluð á þessum tíma, þú veist, var það nota orðið drag eða var nota, þú veist, transvesti eða eitthvað svoleiðis? Það kemur ekki alveg fram. Nei, ok. Ef einhver veit það, þá ég því forvitin hvenar, já. Sko, út af því að þetta allar fyrsta sem ég veit af, það sem einhver klæði sig í föta frá hinu kyninu, skrýta sig þetta í dag, því að það skiptir ekki að miklu máli, en þú veist, á þessum tíma var þetta allt öðruvísi. Já. Og já, þetta svona fyrsti skemmtikrafturinn sem gerir þetta sem ég veit sko. Því að við erum að tala 1921. Já. Allavega ég þekki ekki marga sem hafa komið fram sem svona skemmtikraftur í dragi í rauninni. Nei, einhvern veginn samt fyrir heilum minn strax til svona Shakespearean leikara sem þá voru bara kallar að leika öll hlutverk. Já, algjörlega. En þá var þetta með hlutverkið, ekki persónuleikinn. Nei, já, reyndar, true. En já, Josephine kemur inn í þessa hreyfingu og verður það sem kalla komedienne. Hún giftist líka William Baker sama ár. Þarna kemur nafnið. Og tekur nafnið Baker. Það er sem sagt, já, akkurat 1921. Hún var 15 ára á þessum tíma. Sem er galið. Líklega því að hún var ágætlega fræg á þessum tíma, þá ákvað hún að halda nafninu Baker út ævina til að rugla fólk ekki ef hún skildi giftast aftur. Make a sense. Veist, það er ekki til að staðfesta að það sé nákvæmlega ástæðan, en mér finnst það bara mjög líklegt. Og hún átti eftir að giftast aftur, einhver águr. Þar fæddist Josephine Baker, skemmtikraftur í rauninni. Hún var ekki mikið að sinna manninu sínum, var alltaf á sýningum og mammenar var mjög ósátt með hana út af. Já. En hún lifði fyrir sviðið og það var þökk sér henni að sýningin varð svona vinsæl. Hún er ennþá í sömu sýningu. Já, Shuffle Along. Já. Það er þá sem að blandaðir hópar af svörtum og hvítum sem voru slumming it, eins og að kalla, mættust. Hún nýtti sér tækifæri og gaf sér alla fyrir þetta. Hún blandaði kynþokka og fyndni og fólk áta úr lófanum. Það var síðan 1925 sem að kona kom upp að henni og sagðist vera að leita að svörtum skemmtikraftum í sýningu sem var verið að setja upp í París. Sýningin hét La Revue Nègre. Nei. Jú. Það er sem sagt, þetta er ekki gott orð á fransku heldur. Nei. En þetta var sem sagt allir svartir skemmtikraftar og sem sagt svartir koma að því að sem prodúserar. Já, og fyrir ykkur sem að, talaði ekki fransku, þá er þetta bara, svona staður svartara. Já, þetta er í rauninni, þetta sem þú veist, tímarit eru kölluð, revue. Svona collection. Já, í rauninni. Já, ok, þú veist, ég var ekki langt frá því. Nei, en hún myndi fá sem sagt $1,000 á mánuði til að vera í þessari sýningu. $1,000 á mánuði á þessum tíma? Já, sem er næstum 2,5 milljón íslenska í dag.
Já, takk. Hún var fljót að segja já. Og að búa í París. Erst að grínast. Geggjað, sko. Já. Hún líka skildi við Willie og fór með fyrsta bát til París. Og ég skil hún rosalega vel. Mjög. Þegar hún mætti þangað varð hún ástfangin af París. Öll kaffihúsin, allir dagblaðsalinir, bókasalinir við Signu. Hvert sem hún fór, fekk hún móttökur með brosi. Sem einmitt andstæða við það sem hún upplifði í Bandaríkjunum. Það leið ekki langt áður en henni leið eins og hún verið heima hjá sér. Tengi. En það var komið vandamál. Sýningin hafði fengið slæmar viðtökur á generalpröfunni. Eskil. Sagt var að þetta væri of amerískt og spakt og í raun leiðileg sýning fyrir franskan standard. Ok, nú þótti bara leiðilega en það voru ekki fordómar. Eða veitu við? Ekkert gagnvart húlit. Nei, ok. Þetta var bara, málega að þeim fannst Amerikanir svo spakir og þeir voru ekki nógu viltir. Sem svona þema sem það sér ekki söguna, sko. Já. Og það var frumsýning eftir 3 daga og þau þurftu að breyta allir sýningunni. Öll augu féllu á Jósefín. Hún ákvað að ef þetta var ekki nógu vilt fyrir frakkana, þá myndi hún gefa þeim vilt. 2. október 1925 hrúaðist fólk inn í Théâtre des Champs-Élysées á frumsýninguna. Leikhúsi á Sjónarslýsi. Já. Fyrir þau ykkur. Já. Þau ykkur, já. Allána, heldur maður. Fólk sest í sætin og margir búast fyrir ekkert hamri sýningu. Tónlistin byrjar og inn á svið dansar Josephine Baker í stuttu pilsi og berbrjósta að dansa The Charleston. Oh my god. Fólk varð vittlust í hana. Hún var fyndin og kynþokkafull, sýndi amerikanisma og var vilt í hreyfingu. Þetta var það sem frakkarnir vildu og hún varð súpustefna í París yfir nótt. Hún líka bara icon of the Roaring Twenties. Ef það eitthvað sem The Roaring Twenties þekkt fyrir þá það Josephine Baker og það var mikið í gangi hana. Hún kom í öllum fjölmiðlum. Gagnrýnendur annarkvort elsku sýninguna eða hötu hana. Sem vanalega merki að eitthvað hafi haft mikil áhrif. Já. Þeir íhaldssömu sögðu að þetta væri árás á franska siðmenningu en þeir frjálslyndu dýrkuðu sýninguna. Ég meina þetta þessi báðum. Nefnilega. Þeir báðum vilt. Og þeir fengu vilt. Jú, þeir fengu vilt. Og núna þarf pínu að lýsa inn á stóra gæsalappa hlutverk blökkumannsins í ímynd þeirra íhaldssömu. Þegar maður svona skoða bara hvernig ímynd blökkumannsins var í París á þessum tíma. Frá einu sjónarhorni þar segja. Já. Þeir voru villimenn og íbúar nýlendu Frakka og þeir vildu sjá þá í því samhengi. Allir á sínum rétta stað eins og var oft sagt. Oh my god. Það voru til dæmis haldnar nýlendu sýningar þar sem svart fólk var í afrískum búningum í gerviþorpi og hvítu frakkanir löbbuðu þar villimennina og litu hátt á sig. Eitt af því sem var gert í þessum sýningum var að fáklæddur strákur átti að hoppa út í einhverja laug að kafa eftir pening sem fólk kastaði út í. Það var bara að vera niðurlægið. Já. Josephine heyrði af þessu og vissi að fólk vildi sjá villimannin á sýningum. Hún túlkaði þetta aðeins öðruvísi. Næsta sýning þá var atriði með afrískt þema. Þar mætti hún á sviði í G-streng, berbrjósta og með banana hangandi af mitten hennar og dansaði eins og villimaður. Hún svo mikið að gefa þeim puttan. Ó já, mjög mikið. Og það er frá þeirri sýningu þar sem við fáum bananapilsið hennar. Hún gerði það kynþokkafullt framandi
og notaði merki villimannsins, bananan, og gerði hann fallískan í dansinum sínum. Geggjuð, sko. Þeir frjálslyndu dýrkuðana eftir það. Hún hafði tekist að snúa allri neikvæðri gagnrýni við með húmor og hnitni. Hún átti ástarsambandi við Georges Simenon sem kannski eldri kynslóð þekkja út frá sögunum hans sem hann skrifaði rannsóknarlögreglumannin Maigret. Simenon var aðstofumærinn hennar og ritstýrði tímaritinu Josephine Baker Magazine. Eins og segi, hún var rosafræg. Hemingway fór oft á sýningar hjá henni. Colette skrifaði bréf til hennar og hún er svona mjög merkileg á rithöfundaseninni á þessum tíma. Calder gerði styttu af henni og Dangang málaði hana. Hún er bara allstaðar. Hún er allstaðar. Og Pablo Picasso kallaði hana Nefertiti nútímans. Geggjað. The Roaring Twenties voru svo sannarlega byrjuð. Það sem hún kom á kreik með dönsonu sínum var smitandi. Hún var ekki ein að sýna nekt. Sumir af áhörundunum sem dönsu við tónlist hennar afklæddust eins og hún og það voru allir að missa sig í frelsinu. Ég skil. Já, það er... Það var ástand. Já, það er þetta myndbönd af þessu allt, sko. Þetta er stundum kallað eftirstríðshystería. Já. Að fólk var svona fegið að vera á lífi og að það alveg tapaði sér gleðinni. Og Baker var á réttum stað á réttum tíma. Svo sannarlega. Hún var stórstjarna og flutti inn á hótel sem vanalega bara hvítir voru á. Þernan hennar var hvít. Strákurinn sem kom með morgumatinn hennar var hvítur. Hún lá á hvítum púðum. Eftir að hafa verið sjálf þerna fyrir hvít fólk þá var þetta frekar skrítin aðstæða fyrir hana að sjá sig á hinum endanum. Hún svo sannarlega dýrkaði þetta. En þó svo hún hafi verið stórstjarna þá var hún samt ekki viss hvernig ætti að halda áfram með framtíðina. Inn kemur Giuseppe Abatino, betur þekktur sem Pepito de Abatino greifi. Hann var ekki greifi, hann bara sjálf titlaði sig sem greifa. Okay. Hann var í raun markastjórninnar og líka elskhugi. En hún er ennþá gift? Nei, hún er ekki gift, hún skildi Anna við Willie Baker. Já, nei, djók, ég var á röglu, mér fannst því að hún hefði gift þannig. Simenon? Já. Nei. Hann var samt giftur, þannig já. Okay. Allavega, hann nýtti sér Josephine-æðið sem hún hafði búið til með því að koma með tískuvörur. Gél, púður, hárolía, nefndu. Okay. Allar konur vildu vera eins og Josephine Baker. Og Josephine hárgreiðslan var rosa vinsæl. Hún táknaði nefnilega ákveðna frelsun fyrir konur á þessum tíma og þess vegna dýrku eiginlega allar hana. Það komi líka Josephine dúkkur sem stelpur leikur sér með og það leið ekki á löngu áður en hún fór á stóra tjaldið. Í heildina leik hún 11 til 12 myndum. Okay. Eitt þar sem hún er ekki kredituð og er ekki viss hvort hún sé en hún á að hafa verið í bakgrunn. Já, ég skil. Hún fór síðan að túru alla Evrópu og fólk hrúaðist inn á sýningar hjá svarta dansarunum sem gaf skít í íhaldsemi gömlu Evrópu. En það var ekki allstaðar sem hún var velkomin. Nei. Í Vínaborg 1928 hljómuðu kirkjuklukkan út alla borgina út af henni. Það var verið að vara allt kristilegt fólk að fara af götunum og forðast það að horfa upp á hana. Fólk gaf út bæklinga til varúðar gegn þessum djöfladýrkenda. En eins og hún sjálf skrifaði eða sagði þá aðeins ef þið vissu að ég fer með bæn á hverju kvöldi fyrir svefn, sama hversu þreytt ég er. Það er bara svo
fáralegt að eitthvað manneski bara út af því að hún er dökk á hörund að hún er samt að gera nákvæmlega sama og allir aðri. Já. Eftir þó nokkuð tíma í Evrópu þá vill hún samt fara aftur til Bandaríkjanna og fara aftur á sviðið í heimalandinu sínu. Hún fer aftur 1936 til New York og setur upp sýningu. Þegar hún er að lenda í höfn þá sér hún fullt af svörtu fólki. Hún fyllist eftirvæntingar. Þegar hún lappar út á bryggjuna þá hrúast þau að henni en ekki fyrir hana. Hún sá að þetta voru flutningamenn, þjónar og þernur hvítsfólks. Nei. Já. Og hún er með svona plærpínu að sjálfur sér. Já. Þegar hún fer á hótelið og er að tekka sig inn í svítuna sína þá segir afgreiðslukonan það hljóta hafa verið eitthvað mistök. Og Josephine bara, hvað meinur? Og afgreiðslukonan bara endurtekur þetta. Sýningin hennar fær bara neikvæða gagnrýni og tala allir húðlitin hennar sem partur af því. Josephine farið bara aftur til Parísar. Please. Það er það sem hún gerði. Hún fer aftur til Parísar sama ár. Vonsvikinn gagnvart heimalandinu sínu. Á lestastöðu Saint-Lazare er múgur og margmenni að taka mót henni. Og þegar fréttamaður spyr hana hvort henni líki vel við að koma aftur, þá segir hún Je suis tellement contente. Tellement contente. Ég er rosa glöð. Rosa glöð. Hún hélt andliti á lestastöðunni en hún var mjög þung að hennan. Ég skil það. Nefnilega ekki bara reynslan hennar í Bandaríkjunum en það að á meðan hún var úti þá hafði markastjóri, elskugi og besti vinur Pepito dáið skyndilega. Nei. Og hann var í rauninni sem kominni á þennan súperstjörnu plattform í rauninni og hún vissi ekkert hvað hún átti að gera án hans í rauninni. Nei. Þannig að hún þurfti aðeins að endurhugsa hver hún var í sjálfu sér. Hún varð skjólstæðingur hjá einni góðgerðarstofnun, fórstuðkoni annars staðar. En var hún ekkert að performa þannig? Nei. Hún var bara svona basically að styðja við listir og góðgerðarsamtök. En það er á einum svona galahitting þar sem hún heitir Jean Lyon. Hann var businessmaður, mjög ríkur og margar konur eltust við hann, en hann hafði bara augu fyrir einni. Þau giftust 1937 og hún varð Madame Jean Lyon. Elska það. Gekkja, sko. Hún átti von á barninu þeirra og til að byrja með dýrka hún hlutverk sitt sem Madame. En hún var fljótt leið á því. Nú? Þegar hún Það var það of íhalds. Hún fílaði ekki að vera einmitt bara kona ykkur. Já, ég skil. Okay. Hún misti fóstrið og einmitt bara áttaði sig á því að þetta bara var ekki fyrir hana. Nei. Og þau skilja 1940. Okay. Hún fór aftur á svið en það var innantómt. Það var ekki eins og það var. Nei. Hún vildi meira tilgang í lífsitt og vildi gera eitthvað þýðinga meira. Og það fékk hún þegar Þjóðverjar hernum í París. Hún gekkst í lið við andspyrnuna. Hún vildi þjóna landinu sem hafi gefið henni svo mikið og elskaði hana skilyrðislaust. Tókir henni öfugan pól við Kókó? Já. Má segja að þær eru andstæður. Algjör andstæður. En samt svo merkilegar konur. Já. Svo brautireindir á sína átt. Nefnilega, sko. Mjög gaman að heyra, þú veist, þá frá hinni hliðinni, sko. Hún varð njósnari fyrir andspyrnuna og hætti lífi sínu margoft. Hún byrjaði eftir að túra Evrópu og notaði þau völd sem hún hafði til að læra meira innvið her nasista. Hún skrifaði þetta niður á nótnablöð með ósýnilegu bleiki og kom því aftur til andspyrnunar. Og því hún var svona fræg, þá pældi enginn í því sem hún var að gera. Nei. Þegar hún var bara performer, hún var bara að gera sitt. Já. Þegar fólk spurði vegabréf hennar einu sinni í Portugal, þá voru þau ekkert sérstaklega pæli kíkja á vegabréf hennar, þau vildi bara einanda orðið.
það var enginn að pæla í henni Nei. í rauninni, þú veist, á þennan hátt. Já, hún var ofaugljós. Nefnilega. Nei, skiljið, þú veist, Hún rauninni blindaði alla fyrir því sem hún var að gera með fræðinni sinni. Já, þannig að það myndi ekki þetta í huga Nei. að því hún það opinber manneskja. Já. Já, þetta svona... Og ég hef aldrei heyrt það að hún hafi verið einhvern veginn á ratarnum hjá neinum, sko. Nei. En hún ferðaðist alla Evrópu með aðstofamenninu sínum, Jacques Abdey, og hann var einmitt líka njósnari fyrir andspyrnuna. En þegar kananir lentu í Marokkó, þá var Josephine þarna nú þegar vegna andspyrnunar. Hún söng fyrir hermennina þarna til að lyfta andanum í hernum. Hún var hér og þar að skemmta hermennum, svörtum, hvítum, arabum, skipti engu og allir eru léttar í hjarta vegna hennar. Hún byrjaði að vonast fyrir betri og blandaðri heim eftir að nasistani töpu og þegar stríðinu var lokið var tekið á móti henni ekki sem skemmtikraft, heldur þjóðarhetju. Hún fekk andspyrnumedalíuna Croix de Guerre frá franska hernum sem basically eins og Purple Heart. Já, bara herkrossin. Og var nefnd Chevalier de la Légion d'honneur af Charles de Gaulle sjálfum. En hún fekk bara heiðursmedalíu. Hún fekk heiðursmedalíu. Já. Og ég bara, þú veist, hún fekk, þú veist, búning frá hernum, skilur út af því að hún var basically hermaður. Já. Og einmitt, þetta alveg magnað. Hún fekk von að eftir þetta hræðilega stríð að hlutinir hefðu breyst í Bandaríkjunum og að skiptingin milli kynþátta væri búin. Elsku blóm. Já, en svo var ekki. Þegar hún fór aftur til New York 1948 með hvíta eiginmanninu sínum, Joe Bouillon, sá hún að ekkert hafi breyst. Hún mátti ekki gista á flottari hótelum svo að kúnnarnir frá Suðurríkjunum myndi ekki móðgast. Hún var ekki sátt og vildi breyta hlutunum. En hún fekk ekki hlýja móttöku frá neinum, hvorki hvítum né svörtum. Sem er svo leiðilegt, sko. Nefnilega. Margir gagnrýndu hana að hún hafi komist út af þessari skiptingu og orðið rík og fræg, en að hún hafi ekki opnað hurðina fyrir aðra svarta skemmtikrafta. Hvernig er það á hennar ábyrgð? Þetta... Er það því að hún, flúði og fóð til Parísar? Nei, það er ekki það. Nei. Það er meira að þeir voru gagnrýna fyrir að hafa ekki nýtt þau völd sem hún hafiði, sem sagt áður, til þess að komast og gefa öðrum svörtum skemmtikraftum tíma eða tækifæri. Ég skil það, en á sama tíma þá var hún líka sjálf bara að reyna að bara finna sinn veg í þessu, því að hún var líka skildi ekki hvar hún hafði fólk og þannig að ekki eins og hún hafi eitthvað stjórnað the industry, þannig að hvað þá í Bandaríkjunum. Nei, eins og hún einmitt lendi áður þegar hún fór fyrst. Já, nákvæmlega, þannig að hvernig átti hún að vera að gefa öðrum tækifæri þegar hún er sjálf ekki viss hvar hún hefur fólkið. Já, alveg samanlega, sko. Þetta var frekar ósangjarnt. Já. Þú gagnvart henni að einmitt hvernig átt hún að gefa fleirum tækifæri þegar hún rétt svo fekk tækifæri sjálf, sko. Já, en sem, þú veist, hún var bara nokkra mánuði í Bandaríkjunum hann 1936. Já. Nei, 36, jú, 36. Já, en þá var hún bara í nokkra mánuði og svo fór hún aftur að því að þetta bara var ekki að ganga og þá voru það miklu fordómar. Algjörlega. Já. Mér finnst þetta bara svona kjánlegt, það er bara verið að kenna henni bara að því bara. Já, þetta er náttúrulega ákveðin gremja í bland við kannski öfundsýki. Já, 100%. Þú veist, gremja ekki í hennar garð beint, bara gremja yfir bara öllu í rauninni. Já. Og já, ég er ekki að segja að hún hafi ekki verið vinsalega, hafi ekki haft neinu völd, hún bara hefði ekki í Bandaríkjunum. Nei, nefnilega. Og já, hún tók þetta mjög inn á sig og ákvað að gera eitthvað í því. Ok. Þannig að þó að hún fekk ekki hlýjustu móttökur þá var hann svo sannarlega ekki búin. Nei.
Hún ákvað að koma tilbaka með sýningu en setti skilyrði áður en hún lagði af stað. Hún myndi ekki sýna á stöðum sem svart fólk mætti ekki vera. Ána með hana. Svart fólk Svart fólk fekk að fara á stór hótel í Miami og var þetta í fyrsta skipti sem þetta var gert. Geggjað. Umlegt að fyrsta skipti en geggjað hún gat. Nefnilega. Margir af þeim svörtu voru með tárin í augunum. Þau gátu ekki trúa þessu. Mjög hjartnæm stund fyrir marga. Hún túraði út öll Bandaríkin og hélt enn í regluna að allir væru velkomnir. Hún var í gleði vímu að þetta hefði tekist en það átti ekki eftir að vera langlíft. Nei, en ég má skjóta inn í hvernig var þessi sýning? Var þessi svona eins og sýningarnar í París? Hún að dansa og svona testa, vil ekki segja testa mörkin, en svona sko, þetta voru ekki svona pushing the boundaries. Já, ég skil gott við sko það var ekki bananapils og bera ofan. Nei. Það var alls ekki þannig sýning. Ég held að kanina var ekki tilbúin í það sko. Ég held að það sé ekki enda tilbúin í það. Guð mig góður. Það er bara eins og segi, kanin fór fram á tæknilega sviðinu en á öllum öðrum sviðum þá er hann svo langt eftir á. En já, þetta var bara skemmtisýning í rauninni. Hún var í flottum og frábærum kjólum skilur og dansaði og hún var kannski sýna meira heldur en margir aðrir. Nei, en ég var bara forvitin. Þetta var ekki svona þetta var ekki Roaring Twenties tímabilið sko. Nei. Hún lenti í atviki á frægasta klúbb í New York á þessum tíma. Hvað klúbb? The Stork Club. The Stork? Hún hafði pantað sér mat og hann var einstaklega lengi á leiðinni. Hún beið og beið og beið og beið. Svo perandi. Þangað til hún áttaði sig á því að maturinn myndi ekki koma. Út af því að hún var svört. Ertu ekki grínast? Hún strunsar út og gerir formlega kvörtun í The Leading Civil Rights Association eða leiðandi mannréttindasamtökin á góður íslensku. Daginn eftir urðu mótmæli fyrir utan klúbbinn sem meinaði fólki að labba inn. Þannig að það voru fólk með skilti og alles bara fyrir framan og bara bannaði fólki að labba inn í klúbbinn sko. Ok. En byrju, og hverjir voru að mótmæla hverjum? Þeir voru að mótmæla The Stork Club. Já, út af þessu atviki. Út af þessu atviki, ok. Ég var ekki viss hvort það væri að því að svartir væri leiðir eða það væri verið að mótmæla henni eða... Nei, það var verið að mótmæla The Stork Club. Þannig að þeir voru basically að meina öllum viðskiptavinum að fara inn á klubbinn út af þessu. Ok. Þetta var stórmál í Bandaríkjunum á þessum tíma. Ok. Reisastórt. Hún var búin að valda of miklu musla og hún var ásökuð að vera kommunisti af höfuðpaur FBI, J. Edgar Hoover. Auðvitað Hoover. Við þurfum að taka hann fyrir, sko. Við verðum að taka hann fyrir. Jesus Christ, hvað hann var mikið skrimsli með þér. Já, menn eins og var ekki JFK sem sagði, þú veist, að því að hann alltaf, ég veit ég taka rosa mikið út úr hérna, en að því að Hoover var alltaf ekki frábær. Nei, sannlega ekki. Og eitthvað spurði JFK af hverju hann bara myndi ekki bara reka hann. Og JFK bara, þú rekur ekki Guð. Já, einmitt. Ég held að það verið JFK. Já, það kemur ekkert óvart, sko. Þú veist, þannig voru bara allir skítrætt við hann. Já, 100%, hann vissi allt um alla. Já. FBI á þessum tíma er ekki sama FBI og við þekkjum í dag. Þetta er ekki, þú veist, Silence of the Lambs, Long Legs, Twin Peaks, FBI, það sem er verið að elta raðmorðingja og eitthvað svona stærri mál. Já. Þetta var í rauninni bara njósnafyrirtæki hans Hoover, sko. Yndislegt. Nefnilega. Allavega, hún flúði til Suður Ameríku
og opinberlega gagnrýndi Bandaríkin fyrir hegðun þeirra gagnvart öðrum kynþáttum. Ánægð með hana. En FBI var mjög hörð gegn henni og bannaði henni að koma aftur til Bandaríkina. Hún var niðurbrotin. Allt sem hún hefði gert til að hjálpa hernum gegn nasistunum einungis til að sjá sömu grimmd í heimalandinu sínu. Það lítur bara að vera svo vond tilfinning. En ég vona bara að hún hafi fengið sér fullt af margarítum og... Ég held að það er nóg að því, sko. En hún ferðaðist út alla Suður og Mið-Ameríku, en hún gat ekki verið að ferðast að eilífu. Nei. Hún fór aftur til Frakklands þar sem henni leið vel, þar sem fólki gat verið frjálsara. Hún fór í höllina sína, Château de Milan, árið 1959. Þetta er alveg, hún var búin að ferðast í rúm 10 ár. Shit. Pældi því. En hún kannski verið alveg eitthvað dágóðan tíma á hverjum stað. Já, hún var alveg í dágóðan tíma. Hún var ekkert bara 2 vikur á tenni og svo 2 vikur á Alicante. Nei, skilur. Þú veist, hún bjó hér og þar, sko. Já. Og einmitt, þú veist, tíminn hennar í Bandaríkjunum, þetta voru ekki bara einhverju mánuði, þetta voru einhver ár, sko. Já. Þar ákvað hún að sýna heiminum að fólk geti verið saman í friði, óháð kynþætti. Hún ættleiddi 12 börn héðan og þaðan úr heiminum og ól þau upp á mismunandi vegu. Einn kaþóliki, önnur múslimi og jafnvel einn shintoisti sem ég er ennþá ekki alveg viss hvað er. Nei, en þetta er svona einhvers konar form af buddhisma. Þetta er rosa random. Já, hún kallaði þau ættbálkur regnbogans. Hún leyfði fólki að koma og sjá þau leika og spila saman. Ok, ég veit ekki alveg með þetta. Ég skil hvað átt við, en þetta er svona... Þetta er svona eins og eitthvað rosalega skrítin köld. Já. En hún sem sagt vildi að fólk sæja þau getur verið saman og verið glöð. Ég skil það, en þetta er samt... Ég vil ekki dæma, en já... Og líka bjóða fólki að koma og skoða þau, það er svona eins og eru þau í einhverjum dýragarði eða svona... Já, en ég skil pælingunni, ég skil hugsun á bak við þetta, að vilja bara frið og vilja að allir séu sáttir og glaðir. En var þetta besta leiðin? Já, veist, veistu? Kannski, þetta er ekki... Ég myndi ekki segja að þetta er góð leið, en kannski var þetta besta leiðin á þessum tíma. Já. Veistu, ég er náttúrulega að horfa á þetta með 2024 augum. Já, við búum ekki við sömu... Nei, ég veit það, en þetta er bara svona... Sem betur fyrr. Nota þau eins og eitthvað sýningadýr, eða svona þannig. Það var ekki... Sko... Það er eiginlega bara það sem ég hef... Já, ég skil hvað áttu við. Ég skil hvað áttu við. En ok, það taldi áfram, eiginlega. Já, hún, þú veist, börnin hennar náttúrulega ennþá á lífi í dag sumaðum, ekki öll náttúrulega, þetta er alveg orðin sum frekar gömul. En þau tala alltaf hana sem, sko, hvað maður segja, svona, hún var hörð en sanngjörn. Já. Og var mjög ástrygg móður, víst, sko. Já, eins og ég er ekki að setja það í efa. Alls ekki, það er bara þetta svona komið og sjá hvað ég er búin að gera og þú veist Já, ég skil hvað þetta. Sko, já, það er eins og sumir hafa sagt var þetta útópískur draumur sem hún vildi yrði að veruleika. Þetta virkaði ekki eins og við vitum í dag en það sem hún náði að sanna í rauninni fyrir mörgum er að kynþáttahatur er ekki eitthvað sem við fæðumst með. Nei. Þannig að við fæðumst ekki með fordóma. Já, og þú veist, hún í rauninni sannaði það, þú veist, margir náttúrulega vissi þetta. En einmitt, hún kannski náði að sanna þetta á svona stærri skala fyrir mun fleiri heldur bara einhverja nokkra fjölskyldur kannski hér og þar. Já, mér finnst líka bara svo galið að vera með fordóma fyrir eitthvað sem að fólk getur ekki ráðið við. Nei, einmitt. Þetta er náttúrulega... Þú veist, þetta er bara húðlitur, hvar þú fæðist, kynhneigð. Einmitt, eins og það skipti einhverju máli. Nákvæmlega. Þetta var ekki nóg fyrir hana.
þó hún væri með gott líf í Frakklandi með fjölskyldur sinni, þá var henni enn meinað að fara til heimalandsins. En hlutinir voru að byrjaðir að breytast. Og Martin Luther King Jr. var að plana göngu á Washington. Selma? Nei. Þetta Nei, djók það, já það er önnur. Já, það er annað sem er aðeins fyrir, sko. Já, ok. Ganga sem er kölluð í dag, gangan á Washington fyrir vinnu og frelsi. Og er þekktust fyrir ræðuna I have a dream. Martin Luther King þakkaði Josephine fyrir það sem hún hafi gert í Bandaríkjunum og vildi að hún væri hana. Í ræðunni? Sem sagt á staðnum. Á staðnum? Já, bælti því. Einmitt, Bandaríkjumenn, sérstaklega svartir og þeir sem voru sem sagt á þessari skoðun, dýrkuðu hana. Já. Bobby Kennedy greip inn og hann fekk banninu bara ánumið. Hann bara tók það í burtu. Geggjað. Þannig að hún fekk að fara aftur til Bandaríkjanna. Þann 28. ágúst 1963 hófst gangan og var síðan búið að stilla upp palli og púlti fyrir framan Lincoln minnisvarðan. Josephine Baker var eina konan til að halda ræðu. Hún byrja ræðuna. Ég vil að þið viti að þetta er besti dagur lífsmins. Þetta er mjög flott ræða. Mæli með allan að lesa hana eða hlusta á hana. Já. En það var sem sagt öllum konum meinað að halda ræðu hana. Sem sagt Rosa Parks fekk ekki. Ha? Til dæmis. Sem er bara eitt frægasta tákn þessara byltingu, sko. Já. En já, það sem sagt hún fekk að halda ræðu þar sem hún var í rauninni alþjóðlegur sendiherra. Skil. Og þá var það öðruvísi. Hún sem var tákn glamúrs og kynþokka mætir í fullum skrúða frjálsa franska hersins með medalíunu sínar og alles. Ána með hana. Og endurtek, þetta er besti dagur lífsmíns. Þetta er svo flott orð, sko. En hún hélt samt áfram að vera í Frakklandi. Ána með það. Josephine misti samt höllina sína 1969 sem hún keypti vegna hárra skulda sem höfðu safnast upp og þurfti að flytja þaðan en fann skjól ekki langt frá í Monaco í Roquebrune. Gefið henni af prinsessunni Grace Kelly. Nei. Já, ég var líka bara á Monaco, það er ekki ódýrt. Nei, nefnilega ekki. En hún fekk bara frítt og þegar Grace Kelly dyrkaði hana. Já, ekki. Hún fór síðan aftur á sviðið 1968 í Olympia í París og túraði næstu árin. En einmitt, 68, það var ekki nóg til þess að viðhalda höllinu. Þetta var rándýr og stór höll, sko. Já. 1975 var sérstök sýning haldin til heiðurs hennar þar sem hún hafi verið 50 ár á sviðinu í Frakklandi. Sýningin var fjármögnuð af prinsinum í Monaco, Grace Kelly, Jackie Kennedy og fleiri. En já, þetta er 3 svona stærstu nöfnin. Já. Og sýningin fekk frábæra móttökur og enn betri gagnrýni. Loksins, má segja. Já, hún hafði svo sannlega barist fyrir þessu, sko. Já. Það var svo mikil aðsókn að það þurfti að setja klappstóla á gangana í salnum. Meðal áhorfenda fyrstu nóttina var Mick Jagger, Liza Minnelli og Diana Ross. Og Diana Ross sem lék Josephine Baker í einhverjum þáttum eða einhverjum mynd sem sagt setna 90. Já. Hún fannst í rúminu sínu meðutundalaus, friðsæl, umkring dagblöðum með frábæri gagnrýni. Hún dó á spítalunum Pitié-Salpêtrière þann 12. apríl 1975. Var þetta bara strax eftir? Já, þetta var bara, það eru nokkra sýningar búin, sko. En vitum við hver var dánarorsök? Já, kom ekkert fram. Kom ekki fram? Hjartaáfall eða eitthvað. En ég meina, hún dó
á hápunkti, sko. Já, svo sannarlega. Jarðarförin hennar var haldin í Magdalenu-kirkjunni í París og voru 20.000 manns sem komu að syrgjana. Og Magdalenu-kirkja er ein aðal kirkjan þegar það verið að jarðsyngja eitthvað í París. Hún var síðan grafin í Mónakó, sem sagt á í rauninni stafnum þess að hún fann heimili seinast í lífin hennar. Árið 2021 var hún síðan heiðruð af Frakklandi með því að fá stað í Pantheon. Nei. Og fyrir þá sem þekkja ekki Pantheon, þá eru það grafreitir sem heiðra mögnuðustu og mikilvægstu Frakka, innan gæsalappa, sem hafa verið. Og þar í miðjunni er Napoleon. Nei, þú ert að regla við Anvalít. Já, ég er regla við Anvalít. Já. En já, ég segi... Það er líka svona... Já, það er fyrir Napoleon fjölskylduna. Það er ekki fyrir neitt annan. Er það bara Napoleon fjölskylduna? Þannig að allar kistur þar, þá sér það alltaf Jacques Napoleon. Ok, ég hef ekki farið það oft. Nei. Þannig að því að þetta er fyrir ykkur sem hafi farið, kannski tengið, þetta er rosa skrítið. Þetta er rosa skrítið. Að þú bara lappar inn og svo horfur niður og þar sérðu ykkur pingulitla, svona eins og rómverska, gríska gröf. Eða svona, þetta er svo rúm. Já, þetta er mögnu bygging, sko. Já, en inni, það er þetta bara svona, og þarna er Napoleon. Já. Ok, frábært. Það voru búin að sjá það. Það er svona... Já, algjörlega. En hún er geggjöð utan. Já, geggjöð, sko. Hvar er Pantheon áttur? Pantheon er í Latrínkverinu. Þannig að þetta er... Já! Þú lappar frá Luxemborgargarðinum. Já, ég maður hana. En já, ég sagði líka Frakka innan gæsalappa, því þetta er ekki allir fættir og uppaldir Frakkar, heldur franskir borgarar. Sama hvaðan þú kemur, þá getur orðið franskur ríkisborgari. Já. Og hún, Josephine, á svo sannlega skilið að vera með. Já. Já, og hún er meðal Marie Curie, Victor Hugo og öllum hennum. Og listin er mjög langur. Já. En Josephine var 7. konan til þess að vera fá stæði í Pantheon og fyrsta svarta konan til þess að fá stæði. Og að lokum þannig að segja frá að hún var nefnilega frekar stór í LGBTQ+ heiminum. Þar sem hún var opin það að hún var í tvíkynhneigð. Hún var í ástarsambandi við Clara Smith sem var í vaudeville, sem leikuna á skemmtikrætur, áður en hún fór til Frakklands og var kölluð hennar Lady Lover. Það var ekkert heiti fyrir neitt að þessu. Þetta er bara svo mjög fyndið. Svo 20s. Já. Hún átti líka að hafa verið með Frida Kahlo. En það var aldrei staðfest. Nei. En þær hittust, sko, það var vitað. Og hún hefur verið bendluð við mjög marga fræga einstaklinga sem þetta hafa verið með þeim. Til dæmis Fidel Castro og hvað hétt hann aftur? Konungur Svía, Gustaf Albert. Já. Og fleiri. Okay. Og eitt sem ég fann að hún samþykti samkynhneigð hjá öðrum, til dæmis með eiginmanninum sínum, Joe Bouillon. Já. Sem hún gifti seinast. Já. Vissi að hann væri samkynhneigður. En var hún ennþá gift honum? Já, hann dó síðan. Hann dó? Seinna, já. Ok. En já, hún á að hafa stuttan í því. Ok. Og var aldrei neitt var aldrei eitthvað að dæma það. En síðan er önnur frásögn frá einum syni hennar
Jarry sem var sem sagt finnskur strákur upprunalega okay. Þar sem hún snýri baki við honum fyrir að hafa verið með öðrum strák í baðkari, já og hann á að hafa verið síðan með Bouillon sem var fluttur til Argentínu á þeim tíma okay. eins og segi það rosa svona út úr karakter þá með að við margt annað nefnilega sko, það er ekki allir sem eru Nei. sem viðurkenna þetta veist, hann segir þetta já. En hann hefur átt alltaf erfitt í gegnum tíðina okay. Og öll hinn börnin hennar hafa verið rosa hvað maður að segja, bara dýrkuð hana þú veist, elska hana sem mömmu sko já. Þannig að já þetta er svona ég skil, þetta er náttúrulega langar menn að trúanum já, algjörlega en ef að við veitum hinn ekki hvað gerst sískinin hafa ekki ég veit ekki þetta er flókimál sko já, þetta er flókimál en hún var samt hún náttúrulega bara, hún sagði ekki að hún væri tvíkynning skilur eða lesbíska eða eitthvað nei. En hún var ekkert að fela þetta heldur nei, sem er geggja en já, þetta er svona já, maður verður eiginlega að segja í stórum dráttum lífið hennar Josephine það er miklu meira sem hægt er að segja já. Og já, þetta er já, ég held að þetta veri lengsti þátturinn okkar býst ég við já, til þessa en já þetta var mögnu kona já, bara svo sannarlega alveg í gegn og hún á svo sannarlega að vera að skilja að vera jarðsett hana í Pantheon já. Þetta var alveg mögnu seremóni og þetta er nýjasta sem sagt, hún er nýjasta manneskjan til þess að vera settin já. Og veist, þetta gerist ekkert nei, það er ekkert hver sem er sko. Nei, alls ekki það er svona eina sem ég finnst leiðilegt er hvað tók langan tíma fyrir hann að komast þangað veistu hvað við veist, og því hún dó alveg 75 já, hvenær var hún sett hann á gæðin 2021 í Pantheon já, þannig að hún er búin að vera í tæp 50 ár í Monaco já og það er samt sumir sem segja að hún sé ennþá í Monaco en með heiðursplaggi já en já, ég náði ekki alveg að staðfesta nei það var erfitt að staðfesta út það var sumir sem segja að hún sé hana sumir sem segja að hún sé ekki hana og sumir minnast bara ekkert á það en já, hún er allan með heiðursplagg í Pantheon ok en já þá er bara takk í dag já, takk í dag takk fyrir að hlusta og endilega hendið í follow þar sem að þið eru að hlusta þetta mælum með því að þá fáið þið síðan tilkynningu þegar það kemur nýr þáttur algjörlega að því líka hver veit nema við hendum eitt mann inn aukaþætti eða eitthvað það gæti alveg verið þannig að þá myndum við fá tilkynningu um það gæti alveg komið hver veit ef við erum í stuði það getur hvað sem er gerst og já, líka ekki gleyma ef þið hafa einhverjar ábendingar um eitthvað sem þið viljið að við tökum fyrir endilega senda á okkur já, bara endilega, við erum til í hvaða hugmyndi sem er og einmitt, við erum búin að fá eina ábendingu sem ég mun taka fyrir þú ert ekki búin að segja mig það ekki? Nei þannig að ég ætla ekki að segja hvað það er en þetta verður skemmtilegt umræðefni þetta er meira svona eins og hvað maður segja, listanir í rauninni sem ég er búin að vera að taka veist, eins og stríðsetunar og brandarannis en bara öðruvísi tegundar þetta verður mér fannst þetta allan mjög áhugavert og takk fyrir þetta ég ætla ekki að segja hver það er núna út af því að ég ætla að segja það setna þegar að því kemur en já, annars það bara takk í dag já, takk í dag og við heyrumst aftur eftir viku já, ok bye